processana, þetta process framework, bara svona rétt til að fylgja því eftir, að því að það var dæmatími á miðvikudaginn og ég bendi á þessi dæmatíma, þeir eru alltaf svolítið svona atriði fyrir hérna verkefni. En ég ætla að örstutt að renna í gegnum þetta bara til að rifja upp. Ég vona að þið hafi kíkt á dæmatímaverkefni, þannig að þetta er svona til að negla þetta inn. Við erum með frameworkana, frameworkin hafa ákveðin hlutverk og í þessu tilfelli þá er þetta svona container framework vegna þess að það sér life cycle managementið á dótinu. Það sér að lesa umhverfið, kontekstinn og sér að njúa alla klasa. Þess að tvennt sem container að gera alltaf. Og þetta er það sem að umhverfið kemur, það er að segja þetta er það sem við erum að segja við frameworkið, hér er heimurinn minn, þetta er það sem ég er, þarna er þessi process og hér er importurlinn og hér er gaurinn sem ég bjó til, RSS reader. Framework, ég veit ekkert RSS, það er ekkert RSS tengt því, þannig að við erum alltaf að reyna að búa til svona, draga svona línur í kóðan, segja bara hér er RSS-stótið og hér er allt hitt sem er ekki RSS. Og svo þetta er klassinn fyrir þennan process context. Þetta er bara einfaldur svona value object, mjög gott. Sko value object er oft svona til að bera saman eitthvað en þetta er svona gagnagrind bara, hangir þarna og breytist ekki. Þegar maður er ekkert að breyta þessu, þetta bara lesi beint inn. Og síðan eftir með þetta interface og þetta er nákvæmlega eins og þetta sem var minnst á hérna. Þetta er interfaceið og það inn í því eru ákveðin föll, set process context er 1. Það er dependency injection á umhverfinu og svo koma þessi 3 föll, before, start og after og þetta er interfaceið, það er svona og það sem að allir processor þurfa að meðhandla er þetta set dot, hvort sem að þeim líkar það betur að vera, þá þurfa þeir að útfæra þetta því þetta er í interfaceinu, ef ég útfæra interfaceið en þess vegna býr til hennan abstrakt gaur til þess að koma hann inn á milli sem að útfærir þessa handavinnu sem að set process context og set parameters býr til fyrir mig og síðan munið líka, hann étur hann að before og after að því að kannski vilja menn ekkert, við ákveðum bara það í þessari hönnun, þá ákveðum við það að start process er eina sem verður að útfæra. Hitt er svona aukaðri. Þannig að þetta er í raun og veru svona layered supertype sem að við getum alveg kallað template method, þó þetta sé kannski hérna svona annað sjónarhorn að horfa á þetta sem template method. Þetta er sérst abstrakt processin, abstrakt gaurinn sem að við erfum þá og hann sér þetta hér dependency injectionu, tekur við process context setur það í breytuna sína sem er hérna einhvers þar og lítörnunum líka, hérna voru bil síðan vorum við með factory sem að sér að lóta þessu öllu saman og þá vorum við með einhverja generiska factory og svo process factory generiska factory sérum eitthvað svona sem allir þurfa hvort þeir að gera og svo process factory sem að lótar ákveðnum process og process kontextnum. Þessi stæla sem þú segir núna er þetta ekki hluti af frameworki? Jú. Þetta er ekki að sem við bara innfyrir það í verkefnum okkar? Jú. Þannig segir maður að við þá bara erfa af frameworki? Já, í verkefninu þá er þið að nota þessa klasa til þess að gera trip import process, já. Já. Nei, þeir eru ekki að fara að skrifa þennan kóða, sko. Hann er tilbúinn, hann er hérna afhentur hérna, sko. Þetta er frameworki hérna, ég setti nýtt frameworkin, þannig að hér er þessi blessaði kóði, sko, og hérna er process kóðin, sko. Hér er allir þessi gaurar. En svo hérna, ég var að skoða þennan. Sjá, hérna er þetta allt saman. Þannig að þið eigið að kynna ykkur þetta, það sem ég er að reyna að gera er að ég er að koma með dæmi af frameworki sem að við höfum vandað okkur við að skrifa og að vera gott framework sem að er með haug af design patternum og lesefnið eins og ég segi er að kynna sér hvernig þetta er gert, af hverju þetta er gert svona, af hverju þetta telst vera svona góðar venjur að gera. Og hérna er interfaceið. Ég set það svolítið svona, það er hérna vel dokumenterað og yfirleitt á dokumentera menn yfirleitt alltaf interfacein en ekki klasana því að það er það sem menn skoða. Þannig að þetta er afhent. Og svo er þessi runner líka, í verkefninu það sem að þeir gera, þá keirið þennan runner og það er einmitt akkurat eins og ég segi, sko, ef þetta er framework, það má líta á sem svona mini-container vegna þess að það sérum að búa til klasan, það býr til okkar klasa, við skrifum forrit, það er ekkert með einfall í okkar forriti
við keyrum ekkert sjálf. Við getum búið til testgaura sem með mainfall, bara svona til að við verum að vinna þetta. En þetta gæðin sem keyrir þetta og hann njúar þetta hérna og svo keyrir hann þetta hérna. Hérna þetta að keyra. Lótar hann dótin okkar og keyrir sem sagt okkar eigin ferli. Þannig að hér var þessi heimur sem þetta process framework átti að vera með fyrir okkur. Þannig að þetta svona smá upprifun á þessu process frameworki og endilega kynnið ykkur það. Það sem sagt liðurinn í verkefninu að gera svona process, þar að segja þið þurfa að búa til einhvern JSON-gaur hérna sem að bara útfæra hérna þetta og fær þetta allt saman frítt, svo configið þetta. Svo þarf þessi hérna þegar hann hrekkur í gang að fara og sækja þessa historiur og tróða inn í service-layerinn. Og ég ætla að benda ykkur á, vegna þess að dæmitímaverkefni það að geta RSS-stótt, nota til þess Atom eða Rome eða hvað heitir. En þess vegna gerði ég það núna í vikunni að ég uppfærið þennan blessaða gaur hérna. Ég var að spæja að nota REST Easy og hérna, það svolítið svona biti, við getum notað næsta verkefni. Ég bjóð til eitt gaur hérna, þetta er skemmtilegt. Ekki nú plus miklu meira cool. Sjáum við þennan hérna gaur, þetta er bara einfaldur klasi sem notar Apache HTTP client stótið og sækir stöffið. Það er að segja, ef við farið á þessu urlinn, það sem history.js, af því að það er ekkert svona, það er engin efnisveita sem við getum sótt. Við getum ekki farið og nota Uber. Það er flókið. Við þurftum að vera með application key, nota auð. Þetta getum við gert það, sko, en þá þurfti ég að undirbúða allt saman til að það væri tilbúið, því þetta er svona gryfja til að sökva í. Væri kannski aðeins svo mikið óverhætt að nota það. Allavega fyrir þetta verkefni, þannig að hérna þetta er nú kannski ekki gott að hafa þetta hardkóðað henninni, glemdi ég þessu. En allavega þessi hérna, ég að laga hennar streng hérna. Þannig að þetta sækir hennan hérna url og hérna skilar sem sagt bara þessum bara streng sem hérna bak við þetta hérna óheppilega url hérna. Þannig að ef ég myndi búa til mainfall hérna í þennan gaur, þá myndi hann, sem að myndi keyra þetta, þá myndi ég fá þetta hérna í andlitið. Það er hérna. Þetta síðan skulum við parsa og skila. Og parsi er bara sama og í verkefni hinu, það er bara smá handavinna að gera það.